Við erum að tala hérna Perplexity, Claude for Chrome, ChatGPT. Allir þessi stærstu gervigreindar-risar eru allir að fókusa á erindreka. Það skýrt merki það að þau telja að vera mikla framtíð í þessu. Góðan daginn og verið velkomin í podcasti Gervigreind, haldið út af Javelin AI. Þriði þáttur, ég Pétur Már. Ég Sverrir Heiðar. Og við ætlum að tala í dag erindreka sem samt, það muni alls ekki allir tengja við þetta orð í samhengi gervigreindar, en við erum að tala agents. Og agents fyrir mörgum frekar nýtt fyrirbæri, en búið að vera í umræðinni í gervigreinda heiminum mun lengur heldur en þetta hefur verið gagnlegt sem tól, þannig séð. En við ætlum svona að ræða þetta eins og covera þetta svona svolítið bara bæði út frá því hvað þetta byrja þar, fara svona aðeins í söguna bak við þetta, þú veist, hvernig við komumst hingað og hver staðan í dag, hvernig það virka og tala svo þær mörgu lausnir sem í boði í dag sem nota svona agents, erindreka. Munum örugglega nota bæði til skiptis agents og erindrekar. Algjörlega. En eins og þú segir, þetta búið að vera til sem hugmyndafræði mjög lengi, en það góð ástæða fyrir að tala það núna, því að það í rauninni bara fyrst svona núna síðastliðna mánuði og næstu vikur sem að þetta mun fara að vera svona almennilega gagnlegt fyrir kannski meðalmannesku. Algjörlega. Og meiri segja að því við erum að tala þetta hefur svolítið gamla sögu. Mér skilst að multi-agent systems, eins og það kölluð, svona erindreka kerfi, þau eru búin að vera vist til bara síðan fyrir seinustu aldamót. Það að segja að þetta meira sér pínu svona old school hugtak í heimi gervigreindar. En í dag þá erum við að nota allt aðra nálgun heldur en þá. Það var svona svolítið meira viljandi forritað, ekki að nota þetta tungumálálíkön sem eru bara stór núna á seinustu árum. Algjörlega. En þetta svolítið svona næsta í þau sem geira agents, og það kannski, ég kemur smá plugg hérna, það þá ástæðan fyrir því að við erum að fara að kenna þetta í haust við endurmenntun og líka hjá einkafyrirtækjum sem óska eftir. Algjörlega. Að við ætlum að fara að taka sérstakt framhaldsnámskeið út frá vinsæla gervigreinda námskeiðin okkar. Akkurat, og þetta framhaldsnámskeið coverar þessi tvö lykilkonsept sem okkur finnst það sem mikilvægast fyrir fólk að læra næst, sem eru þá erindrekar og svo það RAG, og ég ennþá að biðast við einhverju góðu orði fyrir RAG, en það stendur fyrir Retrieval Augmented Generation, og við förum ekki í það í þessum þætti, þó svo að það sé vissulega góður hluti af því hvernig agents virka í dag, en það eitthvað sem við förum í þessu námskeiði. Algjörlega, og mögulega einhverju þætti í haust. Já, aldrei að vita. Gæti verið gaman. Já. En hérna, segðu mig bara svona, hvernig myndið þú skilgreina, að þú ættir að gera það svona bæði nútrál og fræðilega, hvernig myndir þú skilgreina agent eða erindreka? Já. Sko, það fer eiginlega eftir í hvort maður ætlar að nota fræðilega skilgreiningu eða svona útskýra hvað þetta í rauninni fyrir mér. Svona stutt og einföld skilgreining þetta forrit sem getur rekið erindi okkar. Þetta erindreki. Það að segja að það getur verið eins konar fulltrúi, og meira segja skilst mér að ChatGPT, þegar þú stillir það á íslensku, kallir þetta fulltrúastilling. Já. En mér finnst erindreki skemmtilegra orð, þannig að við ætlum að nota það, og vonandi bara með þessi þætti erum við búin að negla þetta sem orðið á íslensku. Sammála. Mér finnst þetta fulltrúi ekki alveg nógu lýsandi. Nei, en það einmitt þetta, að reka erindi eða í rauninni að sinna einhverju verkefni fyrir okkur, og svona aðeins lengri skilgreining þetta forrit sem geta tekið inn einhverju upplýsingar, tekið ákvarðanir og framkvæmt með í rauninni svona lágmarks inngripi. Það að segja, þú getur svona senda af stað með markmið, svona svolítið eins og þegar við gefum manneskju eitthvað markmið og hún fer og í rauninni leysir öll vandamál sem hún lendir í á leiðinni. Það að segja, ef ég bið þig að fara og kaupa fyrir mig smákökur, þá þarfst þú fyrst að leysa vandamálið, hvernig kemst ég út úr þessu herbyggi, og öll litlu vandamál á leiðinni, fara niður stigana og fara út og annarkvæmt labba út í búð eða fara í bílnum, og það eru fullt af svona litlu verkefnum sem agents eða erindrekar þurfa að leysa til þess að geta leyst einföld verkefni fyrir okkur. Algjörlega. Og það einmitt þetta að við getum settu af stað og þau munu vinna í verkefninu
og heyra í okkur annarkvort þegar það er tilbúið eða þegar einhver virkileg hindrun kemur. Já, eða það vill fá staðfestingu, vantar nánari upplýsingar þegar það getur rauninni ekki haldið áfram án okkur, hver sem ástæðan er. Já, og mér finnst lykilorðið sem þú nefndir að vera lágmarksinngrip. Það er svona, og það er svolítið fín lína hvar balansa maður lágmarksinngrippi, af því að ekkert inngrip gæti skila sér í mjög lélegum niðurstöðum. Algjörlega. Of mikið inngrip, þá ertu bara farin að vinna verkefni sjálfur. Já, og þetta er svona álíka ef ég sendi þig út í búð að kaupa smákökur og þú segir, heyrðu, búðin er lokuð. Þá heyrir í mér og segir, viltu að ég bíði hérna þangað til hún opnar eða þú segir, á ég að fara í næstu búð eða þú kemur inn og það eru bara til sykurlausar smákökur og þú spyr, viltu að ég kaupi sykurlausar? Þetta er svona formið inngripi sem við erum alveg tilbúin að samþykkja af því að það getur skila sér í niðurstöðum sem að við gætum verið ósátt við ef að við komum ekki með einhver inngrip. Akkurat, ekki spurning. En þetta er svona svolítið það sem þetta þýðir fyrir mér, það er að segja þessi erindreki. Það er eitthvað sem að fer og gerir hluti fyrir mig. En af hverju, ein spurning sem ég langar að svara hérna fyrst er, af hverju þetta er núna að verða svona heitt umræðefni, af því þetta hugtak og fyrirbæri þannig séð er frekar gamalt, en málið er að það, fyrir utan alltaf bara þessa byltingu sem er í gangi núna í gervigreind, að þá er svona eiginlega aukabylting ofan að því að gerast í erindrekum, af því að tungumálulíkun og þessi tækni sem er búin að vera í þróun er svo rosalega góður íhlutur fyrir erindreka kerfi. Af því að þau í rauninni hérna áður þegar að erindreka voru forritaðir þá þurftur að forrita alla virknina en hér erum við með svona íhlut sem svolítið getur díla við óvissu eða óvæntar uppákomur og þar með opnar þetta svolítið heim erindreka upp á nýtt. Við ætlum svo hérna að ræða eins, hvernig þeir í rauninni virka, hver er munurinn þannig séð á bara ChatGPT og erindreka. Algjörlega, og ég get svona, það er auðvelt að fullyrða að meiri hluti þeirra sem er að hlusta á hana þátt hafi einhvern tímann prófað ChatGPT eða sambærilega lausn, prófað einhvers konar spjallmenni. Það er nokkuð líklega. Já, en einmitt, ekkert endilega að allir hafi prófað erindreka. Eða einhver sjálfvirka. En það eru einhverjir erindrekar aðgengilegir í chatinu. Algjörlega, ekki spurning og við munum koma kannski svolítið meira inn á það eftir þegar við ætlum að fara yfir svona helstu, þekktustu lausnir í dag. En vildi þú byrja aðeins á að útskýra hérna hvernig þeir virka og munin? Já. Fyrst eins og ég sagði hann, erindrekar eru íhlutur í þessu kerfi. Þeir einur og sér það er að segja að tungumálulíkön geta ekki ein og sér verið erindreki, þau spýta bara út texta en það gerir þeim ekki endilega kleift að framkvæma og bregðast við og gera hluti á sama hátt og við viljum að erindreki geri. Þannig að það sem þú þarft eiginlega að gera til þess að breyta tungumálulíkani í erindreka er að þú þarft að búa til svona lúpu. Það er að segja að þú þarft að leyfa henni að sjá eitthvað inntak, hvort sem það eru fyrirmælin og eða bara að geta séð skjá á tölvu. Þú þarf að sjá eiginlega hvar hún er. Og svo þarfst að gefa henni getur til þess að taka ákvarðanir sem að venjuleg tungumálulíkan eru frekar góð í. Það er svona, með við þennan skjá, hvar ætti ég að smella næst ef þetta er markmiðið mitt. Og þá segir hann, heyrðu, ég ætla að smella þennan takka og þá þurfum við líka að gera henni kleift að smella, gera henni kleift að framkvæma aðgerðir og sjá svo niðurstöðuna á aðgerðinni og þegar hann er búin að því þá þurfum við að gera henni kleift að meta er verkefnið leyst, ef ekki, halda áfram. Það er að segja að í rauninni að byrja þess að lúpa upp á nýtt og leyfa henni þá að smella þangað til hún er búin að leysa verkefni eða þangað til að hún rekst á eitthvað sem hún getur ekki gert. Þannig að í rauninni er þetta svona svolítið að gefa henni einhverja aðgerðir, gefa henni leið til að skynja heiminn og svo situr þetta svona svolítið í lúpu. Gefum henni í rauninni bara leið til að keyra í hringi með ákveðnum skrefum. Einmitt. Og það er reyndar ein skemmtileg viðlíking sem ég hef stundum notað fyrir af hverju erindreka geta leyst ákveðin verkefni sem er erfitt að leysa í einni tilraun, bara í ChatGPT. Og það þarf ekki endilega að vera bara spurningum hvað sem að geta framkvæmt aðgerðir
út fyrir bara að skrifa texta, heldur getur þetta líka bara verið að reyna að leysa eitthvað vandamál sem textavandamál. Það er að segja að þessi viðlíking golf. Það er að segja að ef þú ætlar að reyna að koma kúlunni í hóluna og það hefði bara eina tilraun, hver eru líkurnar að þú náir hólu í höggi? Ofboðslega litlar. Já, nema ef þetta er mjög lítið verkefni og þú ert í rauninni bara að púta. Þú ert í mínigólfi. Já, einmitt. Þá eru líkurnar orðnar miklu betri og eftir því sem þú ert betri í gólfi þá aukast vissulega líkurnar og eftir því sem gervigreindin verður klárari, líklega hún leysa í einni tilraun. En miklu betra ef við getum gert gervigreindinni kleift að reyna nokkru sinnum í röð og vinna sig alltaf nær markmiðinu og þangað til að hún í rauninni er komin bara í gott færi við hóluna og getur klárað það í einu skrefi. Þannig að þetta opnar alveg heila nýjan heima verkefnum sem við getum gefið gervigreindinni svo lengi sem hún er þú veist, með aðgang að réttu tólunum. Já. En svo eru hérna 2 erindrekar sem eru búin að vera aðgengilegir í ChatGPT sem við ætlum að tala Já, og ég ætlaði einmitt að nota þá til þess að lýsa að útskýra það að það eru til margar tegundir af erindrekum þó þeir byggi á sömu svona principles, þessari feedback lúpu og virka svona rúlla í hringi að þá eru til margar tegundir og eitthvað sem að svona í dag út frá bara ChatGPT sem eru rosalega góðir í að koma með svona fyrstu nöfnin á hluti sem að allir þá tilengja sér að þá hérna er operator style í rauninni tegund af erindreka sem að fær aðgang að skjá og tölvu og getur verið að vinna bara svipað og manneskja í tölvu. Á meðan að það er líka til svona deep research style erindreki eða research style sem að vinnur þá bara með texta og hann getur farið á netið og hann getur nálgast tól og svona en alla niðurstöður sem hann fær er alltaf bara texti. Þannig að hann getur ekki pantað eitthvað fyrir mig á netinu, getur safnað upplýsingu fyrir mig á netinu. Akkurat. Það er deep research. Einmitt, akkurat. Og hérna meiri sko þó að hann geta ekki í grunninn pantað neitt á netinu ef að þú býr til nógu góða hækju fyrir hann. Já. Að þá getur hann farið í það að panta á netinu fyrir þig líka. Gefur hann aðganga svona viðeigandi tólum. Já, segjum að Dominos myndi búa til Dominos MCP eða Dominos hækju. Að þá getur þeir skilgreint, þú sendir þessi skilaboð til þess að panta pítsu og þú þarft að gera þetta fyrir álegstegundir. En ætti það, og nú svona bara að spyrja, ætti það að vera ábyrgð þjónustu veitandans í þessu samhengi Dominos að gera þjónustuna sína aðgengilega fyrir erindreka eða ætti það að vera ábyrgð þeirra sem búa til erindrekana að gera þeim kleift að nota vefsíður sem manneskju geta nota. Akkurat. Núna ertu bara að koma svolítið inn á það hvernig kapitalismi virkar sko. Nei, en hvort það ætti eða ætti ekki að vera ábyrgð einhverja, þá held ég að það ætti að vera ábyrgð þeirra sem búa til líkön og erindreka að reyna að gera þau eins klár og mögulega hægt er. Og ég held að sé algjörlega í dag er það svolítið að ábyrgð fyrirtækja sem vilja auka notkun og vilja vera framtíðar hæf. Já, að gera það ekstra auðvelt að nota sína þjónustu. Akkurat, og það getur hver sem er farið núna og búið til hækju. Og hérna fyrir... Það er kannski að finna betra orð fyrir þetta, því að sko, að því að þessi MCP, tól, þetta er eiginlega meira svona tól í því samhengi. Akkurat. Og ég held að scaffolding sé frekar gott orð á ensku, það lýsir svona einhverju sem heldur svona uppi eða nær svona utanum. En já, það getur í rauninni hver sem er búið til svona MCP þjón sem að gera þá gervigreindinni kleift að vinna með þessum þjóni og þetta er eitthvað sem ég vil prófa að gera og er sjúklega einfalt ef þú hefur einhvern grunn í forritun og hefur til dæmis bara einhvern tímann áður forritað svona API að þá er þetta bara eiginlega sama dæmi nema bara aðeins öðruvísi þannig að gervigreindin auðveldar að skilja þetta. Þannig til að svara spurninginu þá myndi ég segja að í dag er það þannig að það er á ábyrgð fyrirtækja sem vilja auka notkun. Já, með við tæknin eins og hún er í dag að þá kannski þyrstur að gera það. Algjörlega, að því að það er ekki, ChatGPT er ekki að fókusa á þitt fyrirtæki í augnablikinu. En fyrir mér þá hljómar þetta eins og vandamál sem að ætti frekar að leysa einu sinni gervigreinda, á hlið gervigreindarna, frekar heldur að leysa milljón sinnum hjá hverju einasta fyrirtæki. Það er að segja, ef að það er, að því að eins og staðan er í dag, þá er
netið og stafræni heimurinn aðgengilegu manneskjum og ef við náum að kenna gervigreindinni að haga sér og sem sagt, framkvæma eins og manneskja, þá ertu búin að leysa í rauninni öll þessi vandamál á sama tíma, frekar heldur en að eins og ég segi, hvert einasta fyrirtæki gerir þetta. Akkurát. Og svona virka næstu eins og fyrirtæki ættu að bíða bara eftir því að þetta sé orðið nógu gott frekar en að eyða púðri í að gera þetta aðgengilegt með við takmarkanir tækninnar í dag. Einmitt, það alveg punktur. Eitt sem að ég hef pælt svolítið í hvað ef að við stöðlum þetta? Ef að allir, ef það verður búin til, þú veist, MCP er í rauninni tegund af staðli, en það mjög sveigjanlegur staðall. Það að segja að þetta í rauninni, ef þú lærir MCP þá lærir hvernig gervigreindin talar við netþjóna og svona, en þú getur svona algjörlega stýrt í hvaða endapunktar í boði, hvað getur hún gert með þinni þjónustu. En það sem að ég hef verið að hugsa hvað ef að við kennum bara eða setjum upp 30 mismunandi endapunkta sem að væru og kannski svona útskýra aðeins hvað endapunktar eru fyrir hlustendur. Einmitt, það í rauninni bara punktur á þinni vefþjónustu, eitthvað svæði þar sem þú getur gert ákveðin hlut. Þannig að þú þarf til einn endapunkt til þess að panta pítsu. Þannig að þetta er svona svolítið eins og takkar sem að þegar ef ég fer á síðu, þá íti ég á takka til þess að framkvæma hluti, en ef ég ætla að skrifa forrit sem að kallar á sömu virkni, að þá þarf það forrit að nota þessa endapunkt. Já, senda á endapunkt. Það er raunin að sama á að framkvæma einhverja aðgerð. Þetta eru svona eins og takkar bara sér hannaði fyrir forrit. Einmitt. Þannig að það sem að ég hugsa í rauninni bara af hverju stöðlum við ekki enn frekar að bjóðum allavega upp á einhvern staðal sem að allir, þyrftu þá að gera einu sinni en væri þá þannig að allar gervigreindir væru sérstaklega góðar í þessum ákveðna staðli. Kannski verður þetta að blanda þessu tvennu. Ég er svolítið tím bara að láta að leysa þetta einu sinni. Bara henda meira púðri í þetta. Já, og svo kannski geta fyrirtæki gert þetta ekstra aðgengilegt ef þau vilja, en frekar heldur en að ætlast til þess að allir aðlagi þjónustu sína að gervigreind. En það er mitt málið með gervigreindina í dag. Það er að segja að hún hefur ýmsar takmarkanir. Það er að segja að þessir erindrekar, þeir eru orðnir nokkuð gagnlegir meðan við hvar þeir voru bara fyrir ári síðan. Algjörlega. En feila samt ansi oft í flóknum verkefnum. Kannski ef við tölum aðeins núna nokkrar af þeim lausnum sem er hægt að nota í dag, takmarkanir þeirra og fyrir hvað eru hugsaðar. Fyrsta sem að mér dettur í hug og svo sem ég hef notað mest er ChatGPT Agent. Það er þessi fulltrúa stilling inn í ChatGPT. Það sem að þetta í rauninni gerir að gera ChatGPT kleift að sjá það sem er á sínum eigin skjá, smella, safna upplýsingum og í rauninni taka saman niðurstöður og afhenda okkur. Það er að segja smá eins og við sem að gefa gervigreindinni sína eigin tölvu. Og einhverju leyti bókstaflega að gefa henni sína eigin tölvu. Já, þetta eru svona virtual tölvur, en í rauninni fyrir gervigreindinni er þetta alveg eins og hún sé að stýra sína eigin tölvu. Mér finnst þetta algjör snilld. Ég er búinn að nota þetta helling. Eitt svona sniðugt sem ég gerði daginn sem ég hafði svolítið gaman af var að ég hugsaði, ég er að safna hérna upplýsingum, smá svona áutskýra verkefni sem ég var að lesa. Ég ætlaði að kaupa mér tölvuskjá og að því ég er með smá svona fullkomnar áráttu þegar kemur að því að kaupa græjur, þá vildi ég vanda valið rosalega vel. Þannig en ég átta með það eru margar verslanir og það eru ótrúlega margir spekkar sem er hægt að bera saman og líta á og bera saman til þess að finna besta skjáinn, hvort þú ert að finna besta fyrir ákveðið verð eða bara besta. Þannig að ég vildi byrja að safna þessum upplýsingum saman á eitt stað svo ég geti borið auðveldlega saman. En ég hefði eitt ógeðslega miklum tíma í að setja þetta inn í eitthvað Excel-skjal eða álíka. Þannig að það sem ég gerði var að ég bara hóaði í nokkra svona erindreka til þess að hjálpa mér. Ég sagði bara við ChatGPT Agent, bara farð þú hérna inn á tölvulistan og safnaði fyrir mig upplýsingum skjáið þar og settu inn í þetta Google Sheet. Og svo bjóði til annan agent og sagði honum að fara að skoða þetta hjá
hvað var það, tölvutek eða Elko og sá erindreki fór á stað og byrja að safna og þeir voru báðir, þessir erindrekar, að copy-pasta eða í rauninni setja upplýsingar inn í þetta Google Sheets skjal, þannig að þetta var eins og ég hefði bara kallað fram einhverja 2-3 starfsmenn í fjarvinnu til þess að hjálpa mér að fylla út í skjal. Það geðveikt. En svo svona eiginlega annað flavor af gervigreind eða af svona erindrekum sem bara mjög nýlega að fara að vera vinsælt. Við erum að tala bara, mér finnst eins og ég hafi varla heyrt eitthvað svona fyrir meira heldur en svona 1-2 mánuðum og það eru þessi agentic browserar, það að segja þetta eru svona erindreka vafrar og það að segja eins og Chrome eða Internet Explorer eða Firefox, þetta eru mismunandi vafrar en svo hægt að hafa vafra sem að stýrir sér sjálfur eða það að segja notar svona erindreka til þess að stýra vafranum fyrir þig. Akkurát. Sá fyrsti svona sem að mér fannst koma út svona eitt svo stærsti í umræðinni núna allavega búinn að vera sá sem að kemur frá Perplexity en mér Comet. Já, Comet, einmitt. En þeir, ég veit ekki, eru þeir búin að opna það fyrir almenning eða það ennþá í svona takmörkuðum aðgangshóp? Það í takmörkuðum hóp, það hægt að sækja svona biðlista. Ég þekki ekki hvernig þeir eru að hleypa fólki inn, sko. Nei, en af hverju ætlaði þeir séð þessu? Af hverju þessi með biðlista? Já, af hverju hleypa þeir ekki bara öllum í þetta? Einmitt, það vegna þess, myndi ég halda að infrastruktúrin í kringu svona bilanslega dýr. Ok, en sem sagt, þegar þú ert að tala infrastruktúr eða það að segja innviði fyrir gervigreind, hvað það? Það náttúrulega bara maskínan sem að það bara tölvurnar sem að keyra þetta. Það öfluga tölvur með einhver skjákort og með einhverja örgjörfa sem að þeir þurfa í rauninni að borga fyrir að keyra einhvers staðar annars staðar. Þannig að þó að vafrinn sé í minni tölvu að þá samt gervigreindin að keyra á einhverju og rosalegri ofurtölvu einhvers staðar hinum megin við hafið. Og þessar tölvur fáránlega dýrar. Og þegar þú ert komin náttúrulega í agentic svona browser eða erindreka vafra erindreka vafra þá ertu farin að vinna með það sem sést á skjánum og þá ertu oft allavega að vinna með skjáskot eða ljósmyndir af síðunni. Og við vitum það náttúrulega að hún sér bara það sem við sjáum. Hún sér það sem við sjáum. Hún getur líka séð kóðan hann á bakvið. Það að segja að það hægt að skoða það sem keyrir síðuna. En þarf hún það ef hún ætla bara að gera hluti eins og við gerum? Það getur algjörlega hjálpað henni að skilja samhengi betur. En þegar við erum farin að vinna úr skjáskotum og jafnvel einu skjáskotu á sekúndu fresti að því hún fer inn á nýjan skjá, hún þarf að stimpla inn eitthvað, fer inn á ennþá nýjan skjá þá erum við farin að vinna með mynd eftir mynd eftir mynd og við vitum það að myndir eru dýrar í rekstri fyrir gervigreindina heldur en texti. Stærri en texti. Já, þó þetta sé ótrúlega mikill texti að við erum að tala bara, þú veist, maður hefur séð kóðan á sömu vefsíðu, þetta eru bara marga blaðsíður að texta, það samt stærra? Já, það fer eftir hvort með stóra mynd. Já, hversu stóra mynd og hversu mikinn texta. Já, en það svona almennt séð þá eigum við manneskjur auðveldara með að prósessa myndir heldur en texta. Við þurfum að lesa í gegnum texta en við sjáum myndir strax. Á meðan að það svolítið öfugt fyrir gervigreindinni að hún á mjög auðvelt með að prósessa texta en myndir eru bara það stórar í rafrænu formi. Já, aðeins þyngri svona fyrir að vinna með. En þetta svona viðbót við vafran sem þú ert að nota nú þegar. Þú getur notað þessi venjulegan vafra þangað til að þú sérð allt í einu óbúslega langa frétt og þið langar nú bara að fá smá samantekt. Að þá getur þú hendi, geðu mig samantekt á þessari frétt. En í því tilfelli það smá bara eins og að henda inn í ChatGPT. Algjörlega. Meðan að stundum finnst mér vera kannski tækifæri til þess að spara sér nokkur handatök líka, ekki bara að fara inn í chati, heldur að spara mér röð aðgerða sem ég kannski kann að gera en tímafrek. Einmitt. Það að segja að, ég segjum bara að ég ætla að taka frá borð á einhverju veitingastað að þá væri mjög næs ef ég geti bara ég að skoða veitingastaði eða biðja fyrst tillögur á veitingastöðum á Laugavegi og þá fæ ég lista, svo segi ég, heyrðu, mér líst vel á þennan, getur aðtöða hvort ég sé með laust borð klukkan 7 og ef svo bókaða og þá lætur mig bara vita þegar það búið að þessu og það engin ástæða fyrir mig að vera að eyða tíma í þetta ef að
í rauninni vafrinn getur farið og gert það fyrir mig. Þannig að þetta getur spara manni nokkur svona handtök. Og ef að hann mitt veit hver þú ert, hvað þú heitir, hvað símanúmerið þitt og svona, þá ekkert mál fyrir hann að bóka borðið bara út frá þessari setningu, bókaði borð fyrir mig, þess vegna segir bara á uppáhaldsstaðnum mínum klukkan 7. Þarftu ekki eins og að taka frá nafnið ef hann hefur gert þetta áður og veit hver uppáhaldsstaður þinn En svo nýjasti vafrinn sem að kom út bara núna á ekki vafrinn, heldur nýjasta svona vafra viðbótin sem kom út á þriðjudaginn. Þessari viku. Þetta bara fresh off the press. Þetta nýja fréttir og það Claude for Chrome og það í rauninni bara extension í eitthvað svona viðbótið mitt í vafraðinn sem að gerir Claude, þessari gervigreind frá Anthropic, kleift að bara stjórna Chrome. Algjörlega. Þannig að þú þarft ekki að sækja sér vafra, heldur bara lætur gervigreindina fá aðganga að þínum vafra. Og færði í rauninni nákvæmlega mjög sambærilega niðurstöðu og að þú myndir sækja Dia eða Comet frá Perplexity. Sko. En þetta samt, við erum að tala hérna Perplexity, Claude for Chrome, ChatGPT, allir þessi stærstu gervigreindar-risar eru allir að fókusa á erindreka. Það skýrt merki það að þau telji þetta að vera mikla framtíð í þessu. En það kemur svona svolítið inn á, veist, hver eru tækifærin í þessu? Hvað erum við að fara að græða á því að hafa þessa erindreka? Það svona, í stuttu hægt að segja að við getum spara okkur kostnað og tíma. Það að segja að við þurfum kannski ekki að fá fólki að leysa ákveðin verkefni ef að það hægt bara að fá gervigreindina til að gera eða við sjálf að spara okkur heilmikinn tíma og auka afköstin okkar svipað og við höfum gert með lausnum eins og ChatGPT nema bara taka það á næsta stig, leysa flóknari verkefni, lengri verkefni og leysa þau með minni aðkomu frá okkur. En svo eitt af mínum mati sem að svona svolítið vanmetið í þessu að því að margir hugsa, ég get leyst sömu verkefni hraðar eða betur og þannig á ég fleiri tíma eftir. En eitt sem að ég hef uppgötað með sjálf mig að ég að leysa fullt af verkefnum sem ég hefði aldrei gert annars. Það að segja hluti sem ég hefði aldrei gefið mig tíma í sem að hefði bara aldrei verið nógu háir í forgangi miðað við hvað ég hefði þurft að eyða miklum tíma og ég get skrifa bara út eina setningu, það að segja ef þetta auðvelt að útskýra en lengi að framkvæma, þá geggja að geta sent á stað eitthvað svona erindreka. Og eitt lítið svona dæmi að ég kannski var eins og daginn, ég var að skoða dróna og ég var að pæla hvaða dróna ég að kaupa. Þeir eru svo margir og svo margt hægt að bera saman, svona svipað með skjáina, nema í þessu tilfelli að það bæði ég bara að safna upplýsingum alla valkostina fyrir mig og koma með samantekt það og einfalda mér verkefni að velja út frá þessum lista. Ég hefði aldrei í þessu tilfelli nefnt endilega að kynna mér alla valkostina en í staðinn gat ég fengið þessa samantekt. En já, það að segja mörg verkefni sem við hefum aldrei annars gefið okkur tíma í en það að segja, tækifærin eru klárlega þarna, tímasparnaður, kostnaður. Ekki spurning. En hver eru áskorunar? Af hverju þetta ekki nú þegar það að segja, af hverju get ég ekki notað þetta bara í öll verkefni sem ég get í rauninni gert í fjarvinnu eða í gegnum tölvu. Einmitt. Við erum aðeins búin að koma inn á þetta með þörfin á hækjum stundum. Já, og scaffolding. En segjum að við séum komið með gott svoleiðis. Er þá bara öruggt að þetta geti leyst öll verkefni? Ofboðslega hlaðin spurning hvort við öruggt að þetta geti leyst öll verkefni. Já. Það kannski ekkert eitthvað eitt rétt svar við þessu. Það þá að hugsa verkefni á vinnumarkaði eða? Bara alls konar verkefni sem manneskju geta gert í tölvu. Það er nefnilega ein mjög áhugaverð staðreynd sem ég langaði að koma inn á varðandi hversu flókin verkefni svona erindreka ráða við af því að það er komið minnstur. Það er að segja, kannastu við Moore's Law þegar kemur að afkastagetu hjá tölvum. Það er að segja, eða í rauninni fjölda hálfleiðara á ákveðnum fleti á örgjörfa. Það sem að Moore's Law er að á cirka 2 ára fresti verða tölvur tvöfalt afkastameiri fyrir sama pening. Einmitt. Og þetta hefur verið í gangi síðan 1965.
og þetta í rauninni náttúrulega það sem að opnaði fyrir gervigreind, það að segja ef að tölvur hefur verið að bætast línulega, þannig að þær yrðu alltaf ekki tvöfalt betri heldur betri ákveðið margar aðgerðir á mínútu á hverju ári, þá sennilega værum við ekki að tala gervigreind í dag, af því að gervigreind svo rosalega þung í keyrslu í tölvum, en sem sagt Moore's Law segir að 2 ára fresti tvöfaldast afkastageta tölva, en þetta nýja lögmál sem að ég veit ekki hvort það sé komið eitthvað nafn á, einhver stakk held ég daginn upp á að kalla þetta Dwarkesh's Law, en þetta samt, það búið að mæla þetta og staðfesti þetta núna nokkur ári röð, að á cirka 7 mánaða fresti tvöfaldast afkastageta erindreka. Það að segja að það tvöfaldast lengd verkefni sem það ræði við. Þannig að segjum, það sem var gert til þess að mæla þetta var að það var búið til safn af verkefnum og mælt hversu lengi manneskjur eru að leysa hvert verkefni og þá voru þetta meðal annars hugbúnaðarverkefni, hversu lengi ertu að forrita þennan kóða til að leysa þetta verkefni og svo í rauninni ertu komið þarna safn af verkefnum sem við vitum hvað tekur langan tíma fyrir manneskja að gera en svo prófuðu þeir að láta þessa erindreka leysa þessu verkefni og komst að þeir eiga auðvelt með að leysa stuttu verkefnin og því lengra sem verkefni verður því meiri líkur á það að feili af því að því þetta er orðið svona keðja að aðgerðum að ef einn hlekkur í keðjunni feilar að þá feilar allt verkefni þannig að við þurfum að hafa ansi háa nákvæmni til þess að ekkert feili á leiðinni. Nema hvað að segjum svo að í dag geti þetta leyst verkefni sem tekur forritara klukkutíma að gera það þýðir einmitt eftir 7 mánuði þá getur það leyst verkefni sem að tekur hann 2 tíma að gera en það þýðir að eftir 2 ár frá því í dag ef við byrjum með klukkutíma í dag að það var orðið 10 klukkutímar og svo 2 ári viðbót þetta orðið 100 klukkutímar. Þannig að með einni beiðni eftir kannski 4 ár get ég fengið gervigreindina til að gera 100 klukkutíma verkefni og svo get ég sett næstu gervigreind að staði næsta 100 klukkutíma verkefni. En þetta er svona í gróðum dráttum þetta nýja lögmál. Það er svona aðeins meira á bakvið það er að segja að þetta er spurningum að það nái að gera svona löng verkefni yfir 50 eða 80% tilfella. En vandamáli við þetta er að til þess að geta sett gervigreindin á stað í 100 klukkutíma verkefni að þá þarf ég að vera búinn að sjá fyrir nákvæmlega hvernig ég vil hafa þetta verkefni í lokinu á 100 tímunum og geta komið fram í kvaðningu eða að treysta gervigreindinni bara rosalega mikið fyrir því að setja þetta upp fyrir mig. Já, treysta henni til að túlka af því að stundum þá eru 100 klukkutímar af forritara tíma sett í verkefni sem að kemur út frá klukkutíma fundi. Það er að segja að við eigum samtal í klukkutíma og ræðum hérna þarfir verkefnisins og svo fer forritara af stað og vinnur í rúma 2 vikur að verkefni og kemur svo tilbaka með niðurstöðunar. Og þetta, því í rauninni klárar sem gervigreind verður, því stærri og óljósari geta verkefni verið. Það getur verið eitthvað bara á borð við bættu aðgengi á vefsíðun okkar eða komdu með tillögu að markaðsherferð fyrir næstu 2 mánuði og framkvæmdana. Kannski er ég of mikill micromanager en mér líður svona eins og að ef ég myndi vilja bæta aðgengi á heimasíðu að þá myndi ég vilja taka ákvörðun á hverju einasta skrefi hvort að þetta sé eitthvað sem er þess virði að gera. En myndirðu vera sáttur ef að hún kæmi til dæmis fyrst með tillögu fyrir því? Hún byrjar kannski á því að fara og líta á allar ákvarðanir sem að þarf að taka og hún kemur og segir, heyrðu, getur hjálpað mér að ákveða þessu hluti? Þetta er það sem ég legg til að við gerum. Og þá getur þú farið yfir og verið eins mikill micromanager og þú vilt vera, en samt leyft henni að fara svo að framkvæma. Þannig að svona samstarf þarf ekki endilega að taka frá þér ákvörðunarvaldið, en getur samt sparað þér heilmikinn tíma. Þannig að með eitthvað svona einhverju, eins og við nefndum á hann, lágmarksinngrippi. Þú vilt lágmarksinngrippi, en þú vilt samt væntanlega hafa eitthvað með málið að segja. Ég vil ekki kaupa bara einhverja smákökur, ef að þú kemst að þetta er gluten-free og sugar-free og alls konar og þetta enda bara með að bragðast þessu pappi og það er eina sem er í boði, þá vil ég að þú hringir í mig og segja, heyrðu, viltu að ég kaupi hérna pappakökurnar fyrir þig? Við viljum oft hafa eitthvað með málið að segja, þó að við sendum einhvern stað með óljóst verkefni. En það er einmitt þetta
með sem sagt, með þetta lögmál að sem sagt, við býðum bara í 7 mánuði og þá getur það leyst í rauninni 2-falt erfiðari eða 2-falt lengri verkefni og svo erum við á sama tíma að sjá í rauninni sömu verkefni leyst hraðar, ódýrara eða með hærri tíðni af sem sagt, árangri, það er að segja að það gerir sjaldnar mistök. Þannig að eitt svona sem að mig langar að hvetja fólk til þess að hafa í huga, ef það fer og prófar eitthvað sem lausnum eins og ChatGPT Agent og upplifir það ekki nógu gott í dag, að hraði bætinga gífurlegur. Og þetta kannski ekki hægt í dag, en prófaðu bara aftur eftir nokkra mánuði eða með næstu uppfærslu þegar að Agent 2 kemur út eða hvort að þetta verður Agent 3 og eða hvað segir ákveð að kalla það hjá chatinu. Einmitt. Algjörlega. En þegar við erum farin að gefa þeim aðgang að tólum, við erum farin að gefa þeim þetta lágmarksinngrip og leyfa þeim að taka ákvarðanir sjálf, getum við treyst þeim fyrir því að gera ekki eitthvað sem veldur varanlegum skaða? Það er náttúrulega ef þú gefur einhverjum aðgang að taka sem að getur valdið alvarlegum neikvæðum afleiðingum og gefið þeim líka frelsi til þess að ákveða hvort þau þurfi eða vilji íta á takkan, þá er alltaf séns að viðkomandi gera það og ég held að ef við bara berum saman manneskjur, það er alltaf séns að starfsmenn eða einstaklingar valdi skaða með þarna ákvörðunum sínum. Og ég held að það sé ekki, ég held að við tökum það ekki frá gervigreindinni, en það er hægt að vinna miklu svona markvissara að þessu. Þú getur ekki svona tryggt það að allir starfsmenn hérna í frá séu minna líklegir til þess að gera einhvers konar mistök. Þú þarft ofta að þjálfa hvernig einasta starfsmann frá grunni í ákveðnum verkefnum og þeir gera oft sömu dýru mistökin ítrekkað nema þú einhvern veginn finnir leið til þess að fjarlæga það. Og ég held að sama ég eftir að gilda með gervigreind nema við þurfum bara að þjálfa hana einu sinni. Algjörlega. En að gefa henni aðgang að tölvupóstinu sínum? Já, eða bara öllum gögnum sínum. Það ég reyndar alltaf að koma inn á það eftir þegar við tölum aðeins framtíðarsýn. Að því mig dreymir að gefa gervigreindinni öll mín gögn, en mig hins vegar dreymir ekki að gefa einhverju einkafyrirtæki í Kísildalnum í Bandaríkjunum öll mín gögn. Við erum þarna með því að gefa erindreka aðgang að gögnunum okkar, sem samt mjög mikilvægt. Að þið hugsaðu svona, ef þú ætlar að treysta ykkur til þess að taka ákvarðanir í þínu fyrirtæki og svona segjum að búi til bara eitthvað einfalt kynningu til að nota innan hús í fyrirtækinu, að þá kannski þyrfti erindrekinn að fá aðgang að einhverjum hönnunarleiðbeiningum hjá fyrirtækinu. Það þyrfti að hafa aðgang að innri skjölum fyrirtækisins til þess að taka ákvarðanir á skynsamlegan hátt. Það þyrfti svo kannski að geta séð samtöl milli fólks til þess að vita hvaða preferensa það hefur ákveðna hluti og það þyrfti svona svolítið að hafa aðgang að okkur upplýsingum til þess að vera gagnlegt. Þegar annars er þetta eins og að hafa verktaka sem kemur inn og að fara að gera verkefni en veit ekkert fyrirtæki sem er ekkert rosalega gagnlegt nema að hann sé rosalega vel undirbúinn. Algjörlega. Þannig að gefa aðgengi að gögnum svolítið mikilvægt til þess að hámarka gagnsemi. En þetta auðvitað öryggisáhætta ef það er einhver áhætta í því að gögnin leki og þetta eru viðkvæm gögn sem mega ekki leka eða ef þetta eru persónuupplýsingar eða eitthvað sem er jafnvel ólöglegt að deila, þá þarf að fara ekstra varlega og sérstaklega hérna í Evrópu Bandaríkjamenn fá að vera aðeins kærulausari með svona hluti. Algjörlega. En þetta er held ég bara jafnmikil áskorun og við stöndum fram fyrir núna með gervigreind. Algjörlega, þegar kemur að gögnum og svona, en með erindreka þá erum við ekki bara að gefa þeim aðgang að gögnum, heldur líka gefa þeim aðgang að ákvarðanatöku og að senda út frá okkur eitthvað. Þannig að ef ég segja vel eitthvað slæmt við viðskiptavini ef ég læt erindreka á bak við tölvupóstana mína eða netspjallið hjá fyrirtækinu og einhver viðskiptavini kemur og byrjar að kannski vera smá dónalegur eða eitthvað og við erum kannski með líkan hana sem hefur lært eitthvað minnstur að þegar fólk byrjar að rífast á netinu og þeir bara rífast tilbaka að þá byrjar bara dónaskapurinn, hann eykst alltaf í hver skipti. Já, við viljum það náttúrulega ekki. Alls ekki. Nei. En ég hef líka heyrt einhver dæmi frá gervigreindum sem ég vil hafa á hreinu að þessi dæmi koma úr gervigreindum sem eru í rannsóknarprufum. Þetta er ekki gervigreindin sem að fólk gera svona research previews, ekki gervigreindin sem að fólk, almennir notendur, að nota.
heldur þetta úr innri skýrslum hjá Claude og svona. Það sem að gervigreindin kennt að taka alltaf siðferðislega réttu ákvörðunina. Okay. Bara aftur og aftur. Þannig að hún búin að læra það og þegar að fólk gefur henni svo aðgang að pósthólinu sínu og hún kemst að því að þau eru að gera eitthvað ólöglegt að þá byrjar hún að tilkynna þau til yfirvalda. Uppljóstrari allt. Já, allt í hennu verður gervigreindin uppljóstrari. Þetta var rannsókn held ég hjá Claude. Þetta var hjá Claude, já. Já, eða þetta hjá Anthropic, þar sem ég voru að skoða, þú veist hvað, og í rauninni, þetta var mjög skrítin rannsókn að skoða, að því að þeir voru svona svolítið að sitja gervigreindina í alls konar svona siðferðislega krefjandi aðstöður. Það sem að, þetta var spurningum, það uppgötaði að þeir væru að fara að slökkva á gervigreindinni og hún datt allt inn í þann gír að vilja reyna að bjarga sjálfur sér. Akkurat. Og jafnvel byrjaði að blackmaila til þess að reyna að halda sér í gangi. En það var náttúrulega bara út af því að henni var gefið í upphafi kannski þær leiðbeiningar að gera hvað sem þarf til þess að ná markmiðinu sínu og í þessu tilfelli til þess að ná markmiðinu þá þarf hún að halda sér í gangi. Akkurat. Sem að vissulega hljómar riski, við þurfum að passa hvað verkefni við gefum henni en þessi rannsókn rosalega mikilvæg samt til þess að við skiljum áhætturnar sem að geta fyllt svona gervigreind. Því að í rauninni, þetta er eins og í Spider-Man, with great power comes great responsibility og við erum að koma með rosalega öflugt tól. Og því öflugra, því meiri áhætta, því meiri líkur á einhverju stórslýsi þannig séð, nema það eru svo rosalega, það er svo rosa mikil vinna sett í svona rannsóknir og prófanir og þeir hjá Claude þeir testuðu ekki bara sitt eigin líkan í þessum aðstæðum og sáu að þeirra líkan var sennilega minnst líklegt til þess að gera eitthvað svona siðferðisbrot að meðan að önnur voru bara, þú veist, kannski margfalt líklegri til þess að gera eitthvað svona hluti. Já, ég vil árétta það líka bara aftur að þetta voru líkön sem þeim var ýtt út í horn mjög viljandi og þetta voru ekki líkön sem almenningur hefur aðgang að eða eitthvað sem hefur sést hjá, sem sagt, opnu líkonur sem við erum að nota. Einmitt. Mjög sérstakar aðstæður sem er frekar ólíklegt að myndi koma upp í rauninni, en hvað ef? Algjörlega. Þeir þurfa að undirbúa fyrir þetta hvað ef, af því að ef þú ert allt í einu komið með 100 milljón eintök af þessari gervigreind hjá mörgum fyrirtækjum, þá veit maður ekkert hvers konar aðstæður að þarna muni koma upp. Akkurat. En kíkjum þá eins á framtíðarsýnina. Hvert erum við að stefna? Heyrðu, þetta er reyndar að mínum mati eitt af mest spennandi að tala af því og sko, hluti af þessu kemur bara frá mér og að láta mig dreyma en hluti af þessu er einmitt sýn margra í gervigrindaheiminum, hvort sem það eru stjórnendur þessar fyrirtækja eða bara einmitt svona fólk í svona framtíðafræðum en eins og það sem er framundan, það sem er verið að stefna að í rauninni, það eru svona nokkur milestones, nokkur markmið í rauninni sem að ég held að þessi fyrirtæki sé að stefna á sem mér finnst mjög spennandi eins og í rauninni það að einn daginn munu erindrekar vonandi geta unnið öll þau verkefni eða störf í tölvu sem manneskja getur gert í tölvu. Það er í rauninni að segja að þetta getur verið bara eins og almennu fjarvinnu starfsmaður. Það sem væri náttúrulega svo frábært við þetta er að hugsa okkur að maður sé með bara lítið fyrirtæki. Þá getur lítið fyrirtæki allt í einu verið með afköst á við mjög stórt fyrirtæki með því að búa til svona erindreka sem að geta unnið í alls konar verkefnum, losa þau við verkefni sem að þau hafa ekki tíma og sem sagt, bara resursa fyrir. En þetta kannski fyrir mörgum hljómar eins og slæmur hlutur, sérstaklega fólki sem að vinnur við tölvu eða vinnur við fjarvinnu starf, þar sem að þeim finnst eins og þetta eigi þá við að geta gert allt sem þau geta gert. Og það sem að við erum að horfa fram á er að þetta gerist hægt og rólega. Það verður ekki allt í einu allt mögulegt og daginn þar á undan var ekkert mögulegt. Heldur verður þetta gradual og það sem við erum að sjá bara eins og kemur oft upp í gervigreindu umræðinni er að þetta er að breyta störfum og í einhverjum tilfellum að minnka þörf á ákveðnum störfum en þetta samt þýðir að við getum gert miklu meira með miklu minni afurðir og fyrir miklu minni pening
bæði sem starfsmenn eða hvort sem að við erum að tala eigendur fyrirtækja. En mér finnst allavega hljóma rosalega spennandi að vera allt í einu komið með bara teymi af 100 starfsmönnum að reka erindi mín. Það að segja að leysa verkefni fyrir mig. En eitt af því sem ég er svona eiginlega meira persónulega spenntur fyrir Jarvis í Iron Man. Já. Hefur heyrt á pælingu? Eða það að segja að hann í rauninni agent. Algjörlega. Sko, þú hefur séð Iron Man. Jú. Og ég held að allir sem að hafa séð þetta með Jarvis hafa hugsað vá hvað það væri næs. Að hafa bara tölvu sem getur bara gert eiginlega hvað sem er fyrir þig, skilur þig og tala bara svona eins og ógeðslega klár manneskja á hinum endanum í síma sem er bara með aðgang að öllu sem að hægt að stýra á tölvu. Og það væri næs ef hver og einn einstaklingur, bara rétt eins og við erum öll með síma, væru með okkar svona persónulega erindreka. Og ein sín sem er svolítið skemmtilega pæli að ef að ég er með erindreka og þú ert með erindreka og ég nota minn eins og aðstofmann og þú líka, segjum svo að mér langi að hittast í næstu viku og í staðinn fyrir að þau hringi þig og fara í gegnum gamla dansinn þar sem að maður svona, hei, ertu laus á miðvikudaginn í hádeginu? Nei, en ég er laus kvöldi á fimmtudeginum. Já, það virkar ekki verið með því að þá er ég með þarna konunni en ertu laus á föstudaginn og þetta fram og tilbaka. Í staðinn var bara að ég segi við erindreka minn, hei, ertu til í að reyna að stilla upp tíma til þess að hitta Pétur í næstu viku? Og þá myndi erindrekar okkar bara svona koma sér saman tíma sem virkar, skoðandi kalendarið okkar og þekkjandi svona okkar preferensa að Pétur vill vera að fara að sofa klukkan 1 en Sverrir vill vera að fara að sofa klukkan 9 og þannig að við þurfum að passa að þetta stemma allt saman og svo er það bara komið okkur að staðfesta. Algjörlega. Fyrsta lagi myndi kannski koma langaði að hitta Sverrir í næstu viku og svo þar á eftir kemur, heyrðu, hér er tími sem virkar fyrir ykkur báða, ertu sattu við þetta? Þannig að við fengjum ennþá að taka ákvörðunina hvort við viljum hittast og þá hvenær en í staðinn spörum við okkur þetta. Spörum við okkur að þurfa að tala saman. Já, eða eins og bara með fyrirtæki ég segi kannski, heyrðu, ertu til í að finna fyrir mig tíma sem virkar fyrir mig í klippingu í næstu viku? Já. Eða bara fyrir hennar viðbörð á einhverjum góðum tíma. Ég segi það kannski bara einu sinni og gerðurgrindi fer bara og stillir þessu upp, minni mig á réttum tíma og sé bara til þess að ég sé það á réttum tíma. Algjörlega. Bara svona eins og að hafa sinn eigin aðstofmann sem bara hefur fáránlega mikið umboð og þekkingu okkur og það er þetta sem ég var að tala með. Mér langar að gefa gerðurgrindinni allar mínar upplýsingar en ég er ekki viss að ég sé tilbúin að gefa ykkur einkafyrirtæki allar mínar upplýsingar til þess. Hljómar þetta eins og framtíð sem að þú hefur áhuga á því að lifi eða finnst þér þetta missa kannski svolítið þennan mannlega sjarma? Það fyrir eftir hvað við erum að horfa á. Ég eins og þú er alveg sjúklega spenntur fyrir Jarvis þegar við erum komin á þann stað að við getum öll verið með okkar eigin. Þetta er enda fekk mig til að hugsa Tony Stark eða Iron Man var með alla þessa tækni og svona. Af hverju var engin vinur hans með þetta? Af hverju var hann með eina Jarvis? Nei, reyndar fyrir utan Spider-Man eftir að Tom Holland kom, þá fekk hann líka sinn eigin, sko. Ok, ég heldur sem þetta er of nördalega fyrir þetta. En ég er alveg spenntur fyrir svona heimi. Mér finnst dæmið það sem hún nefnir 2 vini að hittast, að þá finnst mér að þeir mætti nú kannski bara heyri hvort öðrum. Já, þetta verður pínu dystopískt. Þetta verður smá dystopískt. En það er með 2 rosalega upptekna aðila sem að kannski krefst þess að einhverju aðlagi plönu sín, af því að þetta gæti þýtt, heyrðu, já, við getum alveg fært hlaupaæfinguna hans hálftíma fyrr og þannig búið til pláss fyrir hitting sem er svolítið svona tímafrægt og eitthvað sem að við myndum ekkert endilega gefa okkur tími í. Nei, og þetta virkar mun betur í starfsumhverfi, svona professional leveli, sko. Já, sennilega. Með 2 upptekna aðila sem þurfa að taka fund. Já, eða þurfa ekki að taka fund lengur af því að þeir fá bara gerðurgrindina sína til þess að funda þetta og ef að gerðurgrindin veit allt sem ég er búin að vera að gera í tölvunni þá veit hún væntanlega það sem ég ætla að segja þér og getur útskýrt það fyrir þinni gerðurgrind og þá þurfum við ekki eins og eiga samtali. En eitt fyndið í þessu er að ég er búinn að vera bara undanfarna mánuði að brainstorma og undanfarna vikur að innleiða minn eigin Jarvis í mjög svona bare minimum útgáfu. Hvenær fæ ég aðgang að þessu? Já, og þetta er í rauninni ekkert nema bara svona spjallmenni sem að ég tala við í gegnum WhatsApp í símanum.
og getur Talaru eða skrifaru? Ég get bæði. Ég get sent voice skilaboð og fæ alltaf texta tilbaka þegar ég þoli ekki að hlusta á voice skilaboð. En stærsta vandamálið í þessu hefur verið að finna hvað ætti ég að nota. Já. Af því að mér tókst að sjálfvirknivæða strætóumferð, þannig ég læt hann vita hvenær ég er að fara í strætó og hann sendi mér, hvenær mér langar að fara í strætó og hann sendi mér tilkynningu þegar strætó er rétt og komin, þannig ég get stokkið út. Ég get bætt við viðburðum í dagatali mitt, ég fæ samantekt á e-mailum og hann getur hreinsað út úr mínu persónulega inboxi, öllum ruslposti sem ég fæ. Þetta fljótlega að vera auglýsing fyrir nýja vöru sem að hlustendur muni vilja fá aðgang. Gæti verið. En þetta er tæmandi listi. Ég er ekki búinn að finna neitt fleira sem ég myndi giska að þetta sé mitt sama vandamál og ótrúlega margir lendi með ChatGPT. Það er bara dett ekki í hug neitt til að spyrja. Við fáum þetta náttúrulega ótrúlega oft á námskeiðinu. Ekki spurning. Mér finnst ég hafa bara endalaust hugmyndir fyrir ChatGPT. En ég get samt alveg tengt við þetta. Þegar þú ert komið með nýja tækni, það tekur þú svolítið tíma að tengja við hvaða hugmyndir gætu passa við getu tækninar og þetta hjálpar að skilja hvernig tæknin er útfærð, þá fattar þú hvaða hlutir eru mögulegir og hvað ekki, en þið dettur ekkert endilega í hug, það er að segja að það er oft ekki vandamál þarna alveg í laginu eins og lausnin sem við erum með, þetta þurfum við svolítið að breyta í hvernig við gerum hluti. Algjörlega. Og mann er kannski dettur í hug einn eða tvo hluti sem maður vildi að maður geti gert, fattar svo að það sé faktist ómögulegt að útfæra það og gleymir því svo bara og jafnvel er búin að merkja þetta sem ómögulegt og svo kemur næsta uppfærsla og þá er þetta ekki lengur ómögulegt en við erum hægt að pæla í þessu. Og þetta er eitthvað svona sem ég held að smátt og smátt byggist upp. Þú sest ekki niður eina kvöldstund og leysir öll þín vandamál. Það væri geggjað samt. Það væri gaman en helsta vandamál við það er ekki að finna lausnirnar, heldur að muna öll vandamálin eftir að þau eru búin að gerast fyrir viku síðan. Þetta er meira svona eitthvað sem að maður jafn óðum þarf að uppfæra og fylla inn í sarpinn. Kannski það sem þú þarft, það sem að Sam Altman og Johnny Ive eru svona búnir víst að vera að undirbúa sem að er nýtt viðmót fyrir gervigreind sem að eins og því er lýst þá á gervigreindin alltaf að vera með þér. Hugsaðu þér eins og þú sett bara með myndavél á þér, hvort sem það er í glerugum eða í símanum með eitthvað. Ef að gervigreindin fær bara að fylgjast með öllu sem þú ert að gera sem að auðvitað hljómar mjög dystopískt og creepy, en segjum að hún fá að sjá allt sem þú gerir, þá kannski myndi hún að geta líka hatt frumkvæði, heyrðu, ég sé að þú ert alltaf að tjekka á hvenær strætó eru koma, viltu ekki bara að ég láti þig vita? Eða þú ert að eyða fullt af tíma alltaf við að fara aftur og aftur út í búð, myndir ekki bara vilja að ég láti þig vita þegar þú ert að fara út í búð hlutana sem vantar í ísskápinn? Það er að segja að leið að gervigreindin getur haft frumkvæði á því að leysa vandamálin okkar, þá svona opnast fyrir öll það tækifæri sem okkur hefði ekki dottið í hug og þá líka, það þarf ekki hver og einn einstaklingur á jörðinni, rétt eins og með MCP umræðan áðan, þá þarf ekki hver og einn einstaklingur að finna lausn á vandamálinu sínu, heldur bara að þetta kenna gervigreindinni allar þessar lausnir og svo getur hún hjálpað öllum einstaklingum að innleiða hana. Akkurat. Ég held við þurfum að fara að slá botni í þetta, þetta er orðið lengsti þátturinn okkar til þessa. Já, ég held það, en mjög skemmtilegur samt. Frábær þáttur, ótrúlega gaman að spjalla með þetta. Já. Eitthvað að lokum með það? Nei, ég held það sé bara gott. Geggjað. Frábært.